Mikið af fötluðu fólki eru ekki með vinnu. Hvaða 3 nýjar leiðir getur borgin farið til að breyta því? Það náttúrulega bara alveg óskiljanlegt að fatlað fólk sé ekki ráðið í vinnu. Því að fötlun, hún vinnur ekki gegn því að fólk geti starfað næstum því bara við hvaða störf sem er. Velkomin í kosningasjónvarp Átaks í stuttu máli. Takk, Sóldís. Hvað heitir þú, frá hvaða flokki ertu og í hvaða sæti? Ég heiti Hlynur Áskelsson. Ég er frá nýstofnuðum flokki sem heitir Okkar borg og ég er í 3. sæti. Lýstu þínum flokk í 3 orðum. Í 3 orðum. Hófsamur og góður hægri flokkur. Getur þú sagt mér 3 staðreyndir um þig? Ég er Reykvíkingur, ég er kennari og faðir. Nefndu 3 ástæður fyrir því að fatlað fólk ætti að kjósa þig. Númer 1 er að ég vil að fatlaðir njóti fulls aðgangs að íslensku samfélagi. Ég vil að fatlaðir hafi sömu réttindi og aðrir. Og 3, ég vil koma þér fram að ég hef unnið sem sérkennari í 30 ár og fatlað fólk er bara það besta fólk sem ég hef hitt fyrir. Hvaða 3 álegg seturðu á pítsuna þína? Það náttúrulega verður að vera ostur, pepperoni, ekki ananas, bananar. Getur þú lýst samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks í 3 orðum? Ég get ekki gert það í 3 orðum, en samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks lýtur að fullum réttindum þeim til handa. Mikið af fötluðu fólki eru ekki með vinnu. Hvaða 3 nýjar leiðir getur borgin farið til að breyta því? Mikið af fötluðu fólki hefur ekki vinnu. Já. Sagðirðu það? Já. Það er náttúrulega bara alveg óskiljanlegt að fatlað fólk sé ekki ráðið í vinnu. Því að fötlun, hún vinnur ekki gegn því að fólk geti starfað næstum því bara við hvaða störf sem er. Er ég að tala of langt? Ég sagði 3, hvað sagðirðu? Nei, þú mátt aðeins meira, já. Já. Fötlun, þetta er eiginlega ekki kannski nógu lýsandi orð. Þú getur verið með einhverja hömlun á einhverjum sviðum, en þú getur alltaf fundið þér verkefni við hæfi sem að gefur viðkomandi lífi gildi og er gott fyrir samfélagið og þjóðfélagið í heild. Finnst þér vera framboð á slíku til fulla eða bara að hluta? Mér finnst að það ætti bara að fjölga störfum bara fyrir alla og fatlaða líka, og fyrirtæki og ríkisstofnanir sem og Reykjavíkurborg eigi bara að vera í fararbroddi með að hafa opin störf og aðgengi fyrir fatlað fólk. Já. Hvaða 3 aðgerðir myndu raunverulega stytta biðlista eftir húsnæði fyrir fatlað fólk? Ef við getum byggt ódýrar með því að lækka vexti, þá held ég að það væri mjög gott. Bara byggja meira af húsnæði sem með aðgengi fyrir alla. Og hvað 3 aðgerðir? Lækka vexti, byggja meira og bara auka lánamöguleika til fatlað fólks, og svo að það geti staðist greiðslumat, þá þarf það að fá góða og vel launaða vinnu, sem er bara eðlileg krafa. Sammála.
Ætlar þú að bjóða okkur fatlaða fólkinu með ef þú ætlar að tala fatlað fólk? Sko, ég vinn með fötluðu fólki á hverjum degi og ég býð öllum með. Ertu að tala með, í okkar flokk? Ef það er spurningin, þá er það já, við erum opin fyrir alla og það er allir velkomnir. Hefur þú einhverja skýringu á því af hverju svona fátt fatlað fólk í stjórnmálum á meðan við ófatlað fólk? Nei, ég kann kannski ekki skýringu á því, en það þarf að sjálfsefla og styrkja fatlað fólk. Þannig að ég hef alveg reynslu af því að fatlað fólk ekki með kannski nægilegt sjálfstraust og til að fara í kosningabaráttu þá þarf að hafa ansi mikið sjálfstraust og þor og álit á sjálfu þér. Bara mæta í svona viðtal er alveg meira en að segja það fyrir manneskju sem kannski líður illa með að standa fyrir fram að myndavél og orða sínar hugsanir. Finnst þér eðlilegt að öryrkjar fái undir lágmarkslaununum í landinu? Nei, mér finnst náttúrulega bara eðlilegt að fólk fái sínar örorkubætur og að þær séu bara verðtryggðar. Þannig að ef eitthvað hækkar í verði, að launin þeirra sitji ekki eftir. Þannig að nei, mér finnst að öryrkjar ekki að vera lægsti samnefnari fyrir laun í íslensku þjóðfélagi. Það er lægra heldur en lágmarkslaunin. Já, nei, mér finnst að ef það er til eitthvað sem heitir lágmarkslaun, þá finnst mér að örorkubætur eigi ekki að sleikja botninn þar, frekar að vera fyrir ofan þau. Já. Finnst þér munur á allir geta eitthvað og allir geta unnið? Sko, allir geta eitthvað og allir geta unnið. Nei, ég sé ekki eðlismun á því. Ég finnst bara, ef þú getur eitthvað, þá getur þú unnið. Að vinna er ekkert eitthvað hókus pókus. Þannig að þú getur til dæmis bara, þetta er fólk sem bara gott í að tefla, það er atvinnumenn í skák, það er gott í að taka viðtöl og það er bara, það er þetta búið til störf úr öllu. Ef þú skiptir einhvern tímann um skoðun, finnst þér þú þurfa að tilkynna það opinberlega? Nei, eins og ég sagði áðan, ég er mikill áhugamaður um frelsi og málfrelsi og líka frelsi til að skipta um skoðun, bara svo það sé tekið fram. Og það er ekkert að tilkynna það neitt sérstaklega. Breytist eitthvað svari ef það er ef þú ert að gegna embætti á þeim tíma? Nei, ég segi að ég er mjög gegnheill í mínum skoðunum og ég er ófeiminn að segja mínar skoðanir og ef ég myndi vera gegn einhverju embætti þá myndi ég ekki breyta mínum skoðunum til að þóknast einhverjum öðrum. En núna, ég vil bara að segja að ég er í 3. sæti hjá þessum flokki og til að standa með minni sannfæringu. Ég ætla ekki að fara, ég elti ekki einhverja flokkspólitík bara þegar einhver segir mér að gera það. Þannig að frekar myndi ég bara mikið sæti, eða segja að mér. Heldur þú að það sé auðveldara að umgangast fólk með fatlanir ef að einstaklingurinn er líka með fötlun? Og af hverju heldur þú það? Nei, ég held ef þú heldur það? Nei, ég held það ekki sko, ég er algjörlega blindur á fötlun. Bara ef ég sit hérna með manneskju, ég er fatlaður að vissu leyti. Ég má ekki vera skipstjóri, ég má ekki vera flugmaður, ég má ekki vera tannsmiður og það ég er litblindur. Takk innilega fyrir komuna. Bara Sóldís, þakka þér og þú stóðst þér rosalega vel. Þú ert frábær spyrill og ég hef farið í mörg viðtöl og ég held ég hafi ekki skemmt mér eins vel í neinu viðtali og þessu.